Herru, þá ætlum við að vippa okkur í léttari spurningu. Áttu okkur góða sögu af framara, til dæmis bara leikmanni eða þjálfara eða stuðningsmanni sem þú svona mannst eftir sem þú getur sagt okkur frá? Já, mér dettur í hug ein saga af góðum manni sem heitir Andri Fannar Óttarsson. Senterinn Knái sem hætti knattspyrnuiðkun allt of snemma. Við vorum í æfingarferð út á Spáni líklega eftir mann upp úr 2001 líklega. Og vorum að spila æfingarleik við B-lið Barcelona. Og þetta var hörkuleikur og minnir að staðan hafi verið jöfn og það var komið fram í seinni hálfleik. Og Barcelona menn fá hotspyrnu og í þessi Barcelona liði voru kappar á borði, ég veit ekki hvort menn muni eftir Ole Gehr og Gabri og svona mönnum sem spiluðu nokkur ár en kannski náðu ekkert að slá í gegn beint. Og Andri Fannar var mikið gefinn fyrir jarðarberjashake á þessum árum og eins og menn þekkja nú margir. Og það vildi þannig til að Barcelona fær hotspyrnu þannig í seinni hálfleik. Og gott ef mér minnir að Xavi hafi verið að spila þannig leik, hann var búinn að vera eitthvað meiddur og Xavi tekur hann hotspyrnu, sendir fyrir markið og Andri Fannar er á stönginni, er á að valda stöngina. Nærstöngina. Og boltinn kemur hann inn í teginn og þar dúkkar upp Gabri og skalla boltan hann á nærstöngina, þar sem Andri Fannar átti nú að vera á varbergi. En þá sjá menn að Andri Fannar þar að sjötra á jarðarberjashake sem hann hefði geymt við stöngina og svaf svona líka á verðinu. Þannig að það kostaði okkur sigur gegn Barcelona B í þessum leik. Hafði hann einhver útskýringar á þessu athæfisinu? Nei, hann bara langaði jarðarberjashake og þá, er ekkert aftur snúið. Aftur snúið? Nei. Herðu, önnur saga, þú lumur á annarri sögu ekki af einum af þínum uppáhaldsmönnum með því? Já, það er aðeins litið eldri saga, þá vorum við að spila mótið í Val í Reykjavíkurmótinu á gamla gerðugrasinu niðri í Laugardal. Því góða grasi? Því góða grasi sem var þá ekki búið að endurnýja og var bara algjör steypu klumpur. Og Pétur nokkur Artúrsson var fyrirliði í þessum leik. Og hann tók hlutverk sitt gríðarlega alvarlega og inn í leik eftir að Geiri var búinn að halda sína ræðu við mönnum að þá ætlaði Pétur heldur betur að peppa liði upp fyrir seinni hálfleikinn og menn safna saman og taka hringinn eins og gert er svona yfirleitt í hálfleik og fyrir leik. Og það vildi ekki betur til eins og að í öllum látunum þegar Pétur var að öskra liði í ganga þá tóknaði hann aftan í læri og náði að haltra út á völl í seinni hálfleik og spila einhverjar 2 mínútur þá þegar hún var skipt út og ég held að það væri síðasti leikur hans í frambúning. Mjög góð reyndi. Já, ekki alveg viðeigandi samt. Nei, hann hefði líklega viljað ná kannski nokkur leikjum viðbót. Góð saga mjög. Já, fín saga. Are my angels.